Okay. Ooh. Okay. Okay. Yeah, we are a little bit waiting for people to come on today. So give it like a few minutes. Yeah. Yes. Hi. Welcome to skjáin. Welcome to the screen. Here in Grace Church and Daily Prayer. It's a little bit late here in Iceland. A lot to do. So we're a little bit late on. But good time in the west side of the earth. The time is good there. Daytime there. So we're gonna start now. So we have welcome here on Grace Church in Daily Prayer, and me and my wife Vale, we're gonna start this like always here. My beautiful, beautiful wife. Just gonna start this with a little prayer. Fallega, fallega kona. Við byrja þetta á stuttri bæn. Já, elsku Jesús, leggjum þessu stund þína hendi, Drottinn minn. Heilagur andi, ég bið þess að þú blessir varir okkar Sigga og gefur þeim sem er heima frið í huga sinn og hjarta sitt. Og blessir okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Amen. Við ætlum að lyfta nöfnum upp í náðina. We're gonna lift up name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Óskari, Pítur, Hauki, Húberti, Steinari, Elísabetu, Hannes og Davíð. We ask you to ask God to bless them, pray for them, and ask the Holy Spirit to come upon them, and God knows what they are dealing with, and we have to pray for them, and we ask you to pray, and you know, God answers our prayers. Og nöfnum sem við lásum hér í dag, við biðjum ykkur að biðja fyrir þeim og lyfta þessum nöfnum upp til Guðs, biðja heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður og blessa þau. Og eins og vitið, Guð ansar okkar bænum. Í Jesú nafni, amen, amen, on this beautiful Monday. Já, amen, amen, og svo yndislega mánudag, og we are gonna read, keep on reading from John, the Gospel of John, and we're going to read chapter 17 and 18 today. Og við ætlum að halda áfram í Jóhannesar Guðspjalli og við ætlum að lesa 17. og 18. kafla hér í dag. Og megi þetta vera blessun fyrir ykkur og eins og okkur og gefa ykkur innsýn í Guð. May this be we're going to read chapter 17 and 18, and may this be a blessing to you and like us. May God always show you something beautiful. So God bless. But my beautiful wife is going to start today the reading, and she's going to start from chapter 17. Yes. Þetta talaði Jesú og hóf augu sín til himins og sagði: Faðir, stundin er komin, gjör son þinn dýrlegan, til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekka þig, hinn
hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér, áður en heimurinn var til. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum, þeir voru þínir og þú gafst mér þá, og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér er frá þér, því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim að vita með sanni að ég er frá þér útgengin og að trúa að þú hafi sendt mig. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrlegur orðinn. Ég er ekki lengur í heiminum, þeir eru í heiminum en ég kem til þín. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra, og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar, svo að ritningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta tala ég heiminum til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnuð minn og fullkominn. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá, af því að þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur fyrir þeim sem á mig trúa, fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér, svo séu þeir einnig í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo að þeir séu eitt, eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er, svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú hefur gefið mér, af því að þú elskaði mig fyrir grundvöllum heims. Réttláti Faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig, og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngera svo að kærleikurinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Yes, amen. Now we're going to read chapter 18. Beautiful words. Amen. Yndisleg orð. Jesú nafni, amen. Þegar Jesús hafði þetta mælt, fór hann út með hersveinum sínum og yfirum lækinn Kedrón. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans, Júdas sem sveik hann, þekkti líka þennan stað. Því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér sérflokk hermanna og verði frá æðstu prestum og farisum. Þeir koma þar með blísum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann myndi koma. Gekk hann fram og sagði við þá: Af hverju leitið þér? Þeir svöruðu honum: að Jesú frá Nasaret. Hann segir við þá: Ég er hann. En Júdas sem sveik hann stóð líka hjá þeim. Þegar Jesús sagði við þá: Ég er hann, hoppuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur: Að hverjum leitið þér? Þeir svöruðu: að Jesú frá Nasaret. Jesús mælti: Ég sagði þér að ég væri hann. Ef þér leitið mín, þá
lofið þessum að fara. Þannig rættust orð hans hann hafði mælt. Engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, bráð því og hjó til þjóns æðsta prestins og sneiði af honum hægra eyra. Þjónninn hét Malakus. Þá sagði Jesús við Pétur: Sting sverðin í slíðurinn, á ég ekki að drekka kalikinn sem faðirinn hefur fengið mér. Hermennir og foringinn og varðmenn gyðinga tóku nú Jesú höndum og bundu hann og færðu hann fyrst til Ananasar. Hann var tengdafaðir Kefasar sem var æðstiprestur það ár. En Kefas var sá sem gefið hafði gyðingum það ráð að betra væri að einn maður dæi fyrir líðin. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var konungur æðsta prestsins og fór með Jesú inn í hallgarðið æðsta prestsins, en Pétur stóð utan dyra. Hinn lærisveinninn sem var kunnur æðsta prestinum kom út aftur og talaði við þernuna sem dyra gætti og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði: Ekki er ég það. Þjóðirnir og varðmennirnir höfðu kveikt kolaeld því kalt var og stóðu við hann og verndu sig. Pétur stóð hjá þeim og ornaði sér. Nú spurði æðstipresturinn Jesú lærisveina hans og kenningu hans. Jesú svaraði honum: Ég hef talað opinskátt í heyrn heimsins. Ég hef ætíð kennt í samskundum og í helgidóm, þar sem allir gyðingar safna saman. En í leinum hef ég ekkert talað. Því spyrð þú þá sem heyrt hafa hvað ég hef þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesús sagði þetta, rak einn varðmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði: Svarar þú æðsta prestinum svona? Jesús svaraði honum: Hafi ég illa mælt, þá sannað þú að svo hafi verið. En hafi ég rétt mælt, því slærð þú mig. Þá sendi Annas hann bundinn til Kefasar æðstaprest. En Símon Pétur stóð og vemdi sig, en hann var þá spurður: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði: Ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðstaprestsins: Frændi þess sem Pétur sneið af eyrað, sá ég þig ekki í grasgarðinum með honum? Aftur neitaði Pétur og leið gól haninn. Nú var Jesú fluttur til Kefasar hallar landshöfðingjans. Það var snemma morguns. Gyðingar fóru ekki sjálfur inn í höllina, svo þeir sörguðust ekki, heldur mættu neytast páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði: Hvaða ákæru berið þér fram gegn þessum manni? Þeir svöruðu: Ef þetta væri ekki illvirki, hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Pílatus segir við þá: Takið þér hann og dæmi hann eftir lögum. Gyðingar svöruðu: Oss leyfist ekki að taka neinn af lífi. Þannig rættust orð Jesú þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann átti að deyja. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina, kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann: Ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði: Mælur þú þetta í sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði: Er ég gyðingur? Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gjört? Jesú svaraði: Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist svo ég yrði ekki framseldur gyðingur. En nú er ríki mitt ekki þaðan,
Þá segir Pílatus við hann, þú ert þá konungur. Jesús svaraði, rétt segir þú, ég er konungur, til þess er ég fæddur og til þess er ég kominn í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum, heyri minna rödd. Pílatus segir við hann, hvað er sannleikur? Svo mæltu gekk hann aftur út til gyðingana og sagði þá, ég finn enga sök hjá honum, þeir eru vanir því að ég gefi yður einn mann lausan á páskunum, viljið þér nú að ég gefi yður lausan konung gyðinga? Þeir hrópuðu á móti, ekki hann, heldur Barabbas, en Barabbas var ræningi. Í Jesú nafni, amen. And may these words be a blessing to you. And now we have finished with the chapter today. Beautiful words. The story of Jesus. Og með þetta vera blessun til ykkar, eins og okkar. Now we are gonna, like always, Christian's Daily Prayer, we are gonna play this in King James 16:11. Beautiful scripture. Svo við gerum ávallt hér í Christian's Daily Prayer að við spilum alltaf King James í enskuútgáfa og gott fyrir ykkur Íslendinga að hlusta á King James 16:11 og vel skrifuð og ekki búið að eiga við. Svo nýju skrifstöðunar okkar í dag. Svo hlustið og njótið. Í Jesú nafni, amen, amen, on this beautiful Monday. Yep. Amen. John 17. These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me I have kept. And none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one,
as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one, I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. And I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. John 18. When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples, and Judas also, which betrayed him, knew the place. For Jesus oft times resorted thither with his disciples. Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons. Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye? They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them. As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground. Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth. Jesus answered, I have told you that I am he. If therefore ye seek me, let these go their way, that the saying might be fulfilled which he spake, Of them which thou gavest me, have I lost none. Then Simon Peter, having a sword, drew it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it? Then the band, and the captain, and officers of the Jews took Jesus, and bound him, and led him away to Annas first. For he was father-in-law to Caiaphas, which was the high priest that same year. Now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people. And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. That disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest. But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter. Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man's disciples? He saith, I am not. And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals, for it was cold, and they warmed themselves. And Peter stood with them, and warmed himself. The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine. Jesus answered him, I spake openly to the world. I ever taught in the synagogue and in the temple, whither the Jews always resort, and in secret have I said nothing. Why askest thou me? Ask them which heard me, what I have said unto them. Behold, they know what I said. And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so? Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil. But if well, why smitest thou me? Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest. And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I am not. One of the servants of the high priest, being his kinsman, whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him? Peter then denied again, and immediately the cock crew. Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment, and it was early.
And they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man? They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee. Then said Pilate unto them, Take ye him and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death, that the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die. Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews? Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself? Or did others tell it thee of me? Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priest have delivered thee unto me. What hast thou done? Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice. Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all. But ye have a custom that I should release unto you one at the Passover. Will ye therefore that I release unto you the King of the Jews? Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. Í Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. 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 On this beautiful Monday. Amen á þessum yndislega mánudegi. Við elskum ykkur öll hérna á skjánum og okkar stuðningsfólk hér, okkar kirkja hér á netinu, our church here on the net. So it's beautiful to see you and to enjoy time reading the scriptures. Spreading the good news. That's our purpose. Getting Grace Church Daily Bread. Og það okkar tilgangur hér að koma boðskapum til ykkar og yndislegt að hafa ykkur hér á Grace Church Daily Bread netkirkjunni. Í Jesu nafni, amen! Jesu nafni, Amen! Við erum okkar kirkja og við erum kirkja. Við sem erum hér og sem erum fylgjum Guði. Í Jesu nafni, amen! We are following Jesus. We are the church here. In Jesus' name, amen. Everybody say amen on this beautiful Monday. Yndislega Monday allir sér. Amen. amen. And now, always, we always do here is, if you're listening and you haven't received God into your heart, then I'm gonna give you the opportunity to have these words after me. Like God promises. If you believe that God went on the cross and He died for your sins and He cleansed you completely with His blood from all sin, and He rose on the third day and He is alive today, believe this in your heart, then God promised to send His Holy Spirit into your heart and save you, and then you are part of the church. In Jesus' name, amen. That's what promised. Og nú, þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið við
Jésu að Guði inn í hjarta þér að aldrei gefa þér tækifæri til þess að gera það nú og ég er hér með frelsisbæn sem ætla að byrja að hafa eftir mér og ef þú trúir í hjarta þér að Jesús hafi farið á krossinn og hann hafi dáið fyrir syndir þínar og blóð hans hafi hreinsað þig aldrei synd og hann hafi risið á 3. degi og hann sé lifandi í dag að þá lofar Guð því að senda sinn heilaga anda inn í hjarta þitt og blessa þig og frelsa í Jesú nafni og einnig það þá svarar hann bænum þínum og þjónar þér. And that's a promise. Það lofvörð frá Guði. Amen. It's like this. When you do this, then God will answer your prayers and He will help you because He wants to serve you and because He loves you. Og við tjóna okkur því hann elskar okkur því við erum börnin hans og hann elskar börnin sín. Í Jesú nafni, amen, amen. Amen. Og ég ætla að byrja þetta á því að fara með þessa bæn á íslensku og hafið þessu orð eftir mér. Og nú ætla ég að byrja. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Ég trúi að hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. Ég trúi að hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús. Jesús. Ég bið þig að fyrirgefa mig alla syndir mínar. Ég bið þig að fyrirgefa mér alla syndir mínar. Og þó mig algjörlega með blóði þínu. Og þó mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt. Hreinsaði hjarta mitt. Endurnýja anda minn. Endurnýja anda minn. Og gerði mér nýrri sköpun í þér. Og gerði mér nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt nú. Ég opna hjarta mitt nú. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi. Frá þessum degi. Vel ég að fylgja þér. Vel ég að fylgja þér. Elska þig. Elska þig. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús. Þakka þér Jesús. Að fyrir blóð þitt. Að fyrir blóð þitt. Er í nýsköpun. Er í nýsköpun. Fyrirgefin. Fyrirgefin. Endurfæddur. Endurfæddur. Og elskaður af þér. Og elskaður af þér. Í Jesú nafni. Amen. Og þetta er velkomin í kirkjuna. Í Jesú nafni. Amen. Velkomin í að vera Guðs barn. Í Jesú nafni. And now, if you're listening, I'm going to read this now in English. So have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you died on the cross for my sins. And that your precious blood cleansed me from all sin. And that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins. I ask you to forgive me for all my sins. And wash me completely with your blood. And wash me completely with your blood. Cleanse my heart. Cleanse my heart. Renew my spirit. Renew my spirit. And make me a new creation in you. And make me a new creation in you. I open my heart now. I open my heart now. And I ask you to come into my life. And I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. Be welcome to the church and be part of the church. And the church of God. In Jesus' name, amen. The church is the people. So you know.
if you need the understanding, church mean we the people who are following God. Og kirkjan þýðir fólkið sem að fylgja Guði, það kirkjan. Það ekki bygging, það það sem Guð byggði innan með okkur. Við sköpun hans. Það sem kirkjan hans í Jesu nafni. And our body is the church. In Jesus' name, amen. And now we are going to end this with the prayer that Jesus taught us. We can always go with our prayers are a little bit different because we got the original words from Jesus when he made this. A little bit different than the other one because he's not going to lead us into temptation. He holds us from temptation. That's original in the scripture. He holds us from temptation. The other one was because they changed the words, and this is the original. Og við með frumútgáfuna af faðirvorinu og Guð ekki að fara að leiða því neitt. Svo í faðirvorinu að hann haldi okkur frá freistni. Og þannig orginal útgáfan þar sem Jesús kenndi. In Jesu nafni, amen. Everybody say amen on this beautiful Monday. Faðir vor. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss våra skuldir og voru skuldanutum. Haldu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. And remember this, always remember this. Tell your family that you love them. Husband, tell your wife that you love her. And wife, tell your husband that you love him. And pray for your family. And love your neighbor. And pray for your neighbor. And love your enemy. And pray for your enemy. And then God is going to bless you for sure. Because he wants us to do this, because these are his children, because we are all his children. We are his creation, so he wants us to pray for his children. Og við byggjum ykkur að vera góð við hvort annað og við byggjum að blessa fjölskyldu ykkur, elska fjölskyldu ykkur og konur segir mönnunum, þið elski mannin ykkar og mennirnir segir konuna, þið elski hana og elski börnin ykkar og segir þið elski börnin ykkar og biðjið fyrir börnunum ykkar. Einnig biðjið fyrir náunganum og elski náungan. Einnig elskið óvininn og biðjið fyrir óvinninum. Því þá mun Guð svo sannarlega blessa ykkur, því hann segir okkur að gera þetta. Eigum að gera þetta og því að þetta allt hans börn, við erum hans sköpun og við sem kristnir biðjum fyrir börnum hans og það gerum við hér og þetta enda orðin sem ég hef í dag og við elskum ykkur hérna á Íslandi og
yndislegan dag. We love you here from Iceland and have a beautiful, beautiful day. Yes. And we send our love and we love you and God loves you. Like you always remember, God loves you wherever you are. Wherever you are, He loves all people, all of you. He loves all of you. Remember this. Hann elskar öll. Hann elskar ykkur öll. Það er engin undanþága, hann elskar okkur öll. Og það er hann, því hann er kærleikur, because he is love and he gave his grace to us, so we are under grace. Og við erum undir náðinni og hann gerir allt fyrir okkur því hann elskar okkur svo mikið. Og þetta bless ykkur hér í dag og við sjáumst á morgun. Amen. Góða Have a nótt. beautiful Monday. Yes. God bless. Bye bye. Bye. Sleppur þú bara TikTok? Já. Já.